Happy Sabbath to all of you, dear brothers and sisters. Gleðilegan hvíldardag, bræður og systur. Today let us thank God for He gives us this holiday. Við skulum takka Guði fyrir að hann gefa okkur þennan hvíldardag eða þetta frí. To lift our eyes above the demands of life and remember Að við getum lyft huga okkar og hjörtu þannig að við getum séð eitthvað meira heldur en bara þetta dagsdaglega. what will last forever. Eitthvað sem endist að eilífu. I believe that all of us come here and gather in this house of worship, Við komum hérna saman til þess að tilbiðja, not out of duty, ekki bara af því að við verðum að gera það, but out of delight. heldur að því okkur langar til þess. We come because we love Him, Við komum hingað af því að við elskum Guð because we need Him, og við þurfum á honum að halda and because we also need one another as one big church family. og að því að við erum hér samfélag. Amen for that. Segjum við amen. And for that, I would like to welcome all of you, Mér langar að bjóða ykkur öll sérstaklega hérna velkomin í dag especially to our first comers. og svo langar ykkur sérstaklega að bjóða gesti velkomna, þeir sem koma hérna í fyrsta skipti. I have some names here listed in our guest book, Hér eru nöfn í gestabókin okkar í dag and we would like to recognize them. og mér langar til þess að bera þau hérna upp. First on the list is Douglas Ochende from Kenya. Og í heimsókn hérna með okkur Douglas frá Kenya. Welcome, sir. Velkomin. We can, we can shake their hand. Okay, and then blacks we have also from Paraguay, Mr. Victor Riveros. Victor, velkomin frá Paraguay. Welcome to our church. And we also have Miss Juliana from Brazil. Og Juliana frá Brasilíu. Velkomin, Juliana. No, thank you for coming. We are happy to have you today. Við erum glöð að fá ykkur og að hafa ykkur með okkur hér í Hope dag. you will feel at home. Ég vona að ykkur líði vel hér í dag. And of course to our regular church visitors and members En of our church. Við viljum líka bjóða ykkur sem komið hingað reglulega, hjartanlega velkomin í kirkju í dag. Thank you. Yeah, we would like to welcome you also, and for our viewers online, welcome, welcome. Og þið sem að horfið á hérna í gegnum netið, verið hjartanlega velkomin. Yeah. So before we start, I have some few announcements that I would like to announce today. Hér sjáum við nokkrar tilkynningar áður en við höldum áfram. Of course, our 100 years centennial celebration, which will be held on October 10. Við sjáum hérna að 10. október þá verður 100 ára afmæli kirkjunar. And right now we are still on planning on how to maintain cleanliness and orderliness and in preparation for that big celebration of our church. Og við erum að skipuleggja hvernig við getum þrifið og gert hérna kirkjun okkar sem besta fyrir þann tíma. We would like to encourage everyone to pray for this big event, Og við byggjum þess að þið byggjið fyrir þessari afmælishátíð. for the success Að of it. þetta megi verða til blessunar. Another announcement, Og önnur tilkynning, okay, is still ongoing, the Children's Technology Club, og það ennþá tækniklúbbur barnanna hér í kirkjunni which is done every Wednesday and Sundays. á miðvikudögum og sunnudögum. On Wednesday, it's at 5 to 7 o'clock. Og á miðvikudögum það frá 5 til 7 Sundays, 4 o'clock to 6 o'clock. og á sunnudögum frá 4 til 6. Every children are invited, Og það eru all börn velkomin. and maybe adults too, so we can learn technologies. Og fullar fólk, ef þið viljið búa til eitthvað tæknilegt, þá þið líka velkomin. The venue is here at our own church at Cafe Stova. Já, og það hérna, þetta fer fram hérna í kirkjunni, hér á Ingólfsstræti, hérna í hliðarsalnum. Next announcement. Oh, no more. Okay. So that's it. So, Ekki fleiri tilkynningar. so before we start, I would like to request everybody to please bow down their heads as we pray. Við skulum lúta höfði og til að biðja. Let us pray. Our great God, Heavenly Father, Kæri himneski faðir, we praise thee and honor thee, O God.
Við lofum þig for this wonderful day and opportunity that you've given to each one of us. fyrir þennan dag og tækifærin sem þú gefur hvert og eitt okkar. Lord, as we sing songs of praise Þegar við syngjum hér lofsöngva and lift our hearts through prayer to you, og lyftum hjörtu okkar í bæn til þín, please help us, bless us. hjálpaðu okkur og blessaðu okkur. May everything we do will always glorify your name. Megi það sem við gerum vera þér til dýrðar. Thank you for loving us, Takk fyrir kærleika þinn til okkar, for hearing and answering our að prayers. heyra og svara bænum okkar. In Christ's name, Við amen. biðjum í Jesu nafni. Amen. So for our first song, let us sing, "'Tis so sweet to trust in Jesus," Og þá skulum við syngja okkar fyrsta sálm, found in Psalm 401. Now, sálm nummer 401 í sálmabókunum, en svo kemur það hérna upp á skjáin. Shall we pray? Við skulum biðja. Our Father in heaven, glory and honor be unto you. Guð, dýrðin sé þín. We thank you for today. Takk fyrir daginn í dag. Take absolute control of this divine service. Stjórna þú og taktu yfir þessa guðþjónustu hér í dag. Forgive us our sins Fyrirgefðu syndir okkar and cleanse us from all unrighteousness. og hreinsa oss að öllu því illa. Bless each and every soul seated here, Blessaðu alla sem eru hér and let your presence be with us. og megi þín nærvera hér vera hjá okkur.
The Lord is in his holy temple. Guð í sínu heilaga musteri So let there be silence og megum við vera hér í þögn. in Jesus' name. Amen. Ég bið í Jesú nafni, amen. So now let's go to our tithes and offerings. Þá erum við komin að gjöfum og tíund. Worship through giving. Það að við tilbiðjum í gegnum gjafir. Okay, so I believe as a Seventh-day Adventist, Sem aðventistar, you come to church að þá komum við til kirkju full of thankfulness með fullt hjarta af þakklæti. because God is the sustainer and provider of everything that we have. Því að það Guð sem gefur okkur allt sem að við eigum og höfum. Okay, so for those who would like to give their tithes through digital, I should say there are many ways on how you can give your tithes and offerings and gifts for the Lord. Og það eru margar leiðir til þess að koma á framfæri gjöfum og þakklæti til Guðs. For those you can prefer to give it through digital platform. We have, Það hægt að gera það í gegnum bankareikning. you can give through bank account, yes, which is on the screen. Sem að eru upplýsingar hér á skjánum. For everyone who are here, we also have, En þeir sem eru hér í kirkjunni, að þá eru við einnig með, if you prefer to give it by card, we have an electronic device og þá at the hægt front að door. gefa í gegnum kort. Just place in the receipt which one where do you prefer to give that one. Og þá setur það í þann kassa það sem að það til. And drop the receipt in the bags. Setur það í kassana sem eru þarna frammi, sem eru mertir kirkjunni eða hvíldarskólagjafir. If you prefer by cash, you can use our envelopes. Og þá einnig umslög hérna sem hægt að nota ef að við erum með reiðufé. Yeah, God has been faithful to us, for He provides everything for us. Það Yeah. Guð sem að hefur verið, gefur okkur alla gjafir og við í rauninni þökkum honum fyrir það. So shall we pray for our tithes and offerings and love gifts? Lútum höfði og byggjum Guðum að blessa þær gjafir sem að við komum með. Our great God who are in heaven, Mikli Guð sem ert á himnum, we come before you with thankful hearts, við komum fram fyrir þig með þakklæti, acknowledging that you are the giver of everything that we have. við gerum okkur grein fyrir að þú ert sá sem gefur okkur allar gjafir. All the good and perfect gifts come from you, Allar góðar og fullkomna gjafir eru frá þér, including our health and Health. strength, meðal annars heilsa okkar og styrkur. our ability to work, Það að við getum starfað and our resources come from you. og að það sem að við fáum kemur frá þér. As we return our tithes and offerings Þegar við skilum okkar tíund og gjöfum and free will gifts, og gjafir sem að við gefum að fúsum og frelsum vilja, we want to let you know that we do this að þá viljum við láta þig vita að við gerum það as an expression of our love til þess að láta vita að við elskum þig, our worship, við lofum þig and our complete trust og við treystum þér. that you are our Heavenly Father Að þú sem ert okkar himneski faðir who provides everything for us. og gefur okkur allar gjafir. Please, God, Leiðbeindi okkur accept these gifts, og taka á móti þessum gjöfum. bless and multiply it. Blessaðu þær og margfaldaðu These tithes and offerings, þessar tíundur og gjafir, that it will be used to sustain að það megi viðhalda the ministry of your church. útbreiðslu og því sem að gert hér í þessari kirkju. Support the gospel workers. Þannig að hægt sé að styðja við þá sem að eru að breiða út fagnaðarerindið.
And above all, it will be used to share the good news of your soon return. og að deila því með öðrum að þú kemur aftur til okkar. Lord, I ask also that you continue Megið þú halda áfram to bless your people, að blessa fólk þitt, continue to sustain them að þú styrki þá in their works and jobs, í starfi þeirra, that they may continue að þeir megi halda áfram to be blessings for your service, að vera blessun fyrir þína þjónustu and somehow also be blessings to other people. og blessun fyrir aðra. Lord, help us to continue to become faithful. Hjálpa okkur að vera trú Give us the wisdom og visku and the spirit of joyful stewardships. og að við megum vera glöð þegar við gefum okkar tilbaka. We just entrust everything unto you. Við treystum þér fyrir okkar öllu In Jesus' name, í Jesú nafni. amen. Amen. For our next song, let's sing Nearer, Still Nearer. Þá skulum við næst syngja nær þér og nær þér, sálm nr. 311. Okay. Legðu mitt höfuð. May I request everyone to please stand as we sing our song. Og við skulum Nearer, rísa Still fætur á meðan við syngjum það sálm. Close to thy home, where I cannot find kærleiks framtíð. Æli mitt eina, hjálpaðu mér, kæri Jesus, að vaxa í þér. Kæri Jesus, að vaxa í þér. Ástæð sér nánast, naðast og þér. Nei, því ég færi þér honum minn. Aðaðir þjáta, störgaða sinn. Sáriðes græði, þín blessunna leið. Sáriðes græði, þín blessunna leið. Helgist þér lífið, hjarta sá. Helgist þér viljið allra mál. Getur þá ekkert hlýtt mig frá þér. Guð minn og frelsari, vertu hjá mér. Guð minn og frelsari, vertu hjá mér. Heyra og høyra ég mig til þín. Helgist þér Guði, hver ævistund mín. Þegar svo kemur, og minn ég ver. Kærkæri Jesus, þá verð ég mér. Kærkæri Jesus, þá verð ég á þér. Hello. Good morning, everyone, and happy Sabbath. For our scripture reading, this divine worship, it is found in Romans chapter 5, verse 8. I'll be reading it in English. But God demonstrates his own love for us in that while we were still sinners, Christ died for us.
Ég skal lesa á Rómverjabréfið 5:8. En Guð auðsýnir kærleika sinn til okkar í því að Kristur dó fyrir okkur þegar við vorum enn syndarar. For Ukrainian members, I'll read this verse in Ukrainian. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Let's pray. Dear God, Heavenly Father, I want to thank you for this Sabbath, dear Jesus. I want to thank you for bringing each and every person who is here right now. And I pray that as we have this service, that you will give us an open heart, dear Jesus, and an open mind to receiving whatever lesson, whatever message we will be hearing. I want to pray that you will bless our pastor, Bernard, as he will be sharing your message to us, dear Jesus. I pray that you will bless his mouth, dear Jesus, that you will be the one speaking directly from him, Father, and that you will be the one who we will hear, dear Jesus. And Lord, I want to pray that when we go out this church, dear Jesus, we won't go out the same way we walked in, dear Jesus. We will go out and walk out with a new heart, with a new mind, ready to serve you again this week, dear Jesus. I want to pray that you will always help us to carry your character, Father, and wherever we go and whatever we do, we will always reflect you, dear Jesus, to whomever we meet, Father, that they may also become blessings to other people. Lord, I want to pray for those who are sick, who are not able to come to church. I pray that you will help them recover, dear Jesus. Touch them with your most powerful healing hands that they may be well, that they may come to church the next Sabbath. Lord, I want to pray for every single one of us here. You know our situations, and so I just pray that you'll continue to bless us and provide for our needs. Again, I want to thank you so much for everything, and please cleanse us from all our unrighteousness so that we're worthy to ask and receive the blessings you're showering us every single day. I want to claim all of these things in the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Amen. Van Herren God, Before our brother Bernard will speak to us, we will hear a very special number to be given by our sisters Jenny and company.
Come forward, cleansing to Calvary's stone. This wonderful pour in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus, your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There is wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Happy Sabbath. Gleðilegan hvíldardag. Happy Sabbath. Is the microphone working? Happy Sabbath. Gleðilegan hvíldardag. It's so good to see you again. Gott að sjá ykkur aftur. I'm going to share with you a very simple sermon. Ég ætla að deila með ykkur einfaldri ræðu hér. And the title of the sermon is Og titillinn Loving the Unlovable. að elska þá sem eru ekki elsku verðir. But before I pray with you, En áður en ég bið með ykkur, let me share something beautiful I have found about Icelandic people. þá langum að deila einhver með ykkur sem ég hef tekið eftir varðandi íslensk fólk. I have seen that Icelandic people do not waste things. Do not waste things. Já, Íslendingar, þeir eru ekki að eyða og í rauninni, já, eyða hlutum eða. They always think that what they don't need will be beneficial to somebody. Já, að þeir í rauninni halda að það sem að þeir eiga muni nýtast einhverjum öðrum. Whatever you need, Hvað sem að þið vantar, you will find it on Facebook. þá finnur það á Facebook. If they don't need it, Ef þið þurfi ekki á því að halda, they don't trash it. þeir henda því ekki bara í ruslið, They post it þeir setja það á Facebook on Facebook og birta það þar and put one question. og setja eina spurningu. Who needs this? Hver þarf á þessu að halda? And it will be beneficial to somebody. Og það geti við hjálpað einhverjum öðrum. This is a big ministry. Og þetta í rauninni mikil predikun í þessu. In my country, Í mínu landi, before I throw something away, áður en að ég hendi einhverju, it will never be beneficial to anybody. að þá myndi það ekki hagnast neinum öðrum. Why? Akkurju? Because I trust the thing, I use it. Þá það þannig að ég nefnilega nota hlutin alveg upp til agna. So even if I give to you, Svo ef ég myndi gefa þér hann, if it's a cloth, ef þetta föt til dæmis, the best thing is used for rag. að þá væri það besta sem hægt væri að nota það í væri bara klútar. But I learned my lesson when I came to Iceland. En ég læriði eitt þegar ég kom til Íslands, I know that something that I am using could be beneficial to somebody. að ef ég á eitthvað og gæti nýst einhverjum öðrum, So I use it wisely. þá nota ég það mjög
varlega eða fer vel með because it hlutunum. can put a smile on somebody's face. Af því að eftir að ég hættur að nota þá getur það gefið brosi eða einhverjum öðrum fengið einhvern annan til að brosa. This is all what Christianity is about. Og það það sem kristindómurinn snýst Shall we pray? Við skulum biðja. Dear Father, Kæri faðir, have your way verði þinn vilji and speak to your children. og tala þú til okkar In barnaþinna. Jesus' name, Í Jesú nafni. amen. Amen. Loving the unlovable. Að elska þá sem ekki elskunar Today I am not going to project. Ég ætla að tala í dag. We are your projection. Við ætlum að koma hlutum We are the frá screen. okkur. Við erum svona skjárin, So pay attention. svo takið eftir. Look at us. Horfið á okkur. All right. Jæja. Romans chapter 5 verse 8. Í Rómverjabréfinu 8. kapla We all read it. sem við lásum sem ritningavers áðan And let me reiterate it again. og við skulum lesa það bara aftur But God demonstrates his own love for us in this. að Guð hann sýndi kærleika sinn í þessu And while we were still sinners, og meðan við vorum enn syndarar Christ died for us. að þá dó Kristur fyrir okkur The key word in there is still sinners. og það sem aðalatriðið þarna á meðan við enn vorum syndarar. Let me share with you a simple story. Ég ætla að deila með ykkur sögu hér. One pastor was transferred to another district. Það var prestur að fara í annað umdæmi And you know when pastors are transferred, they live in the mission house. og þegar þeir eru í vissum svona umdæmi þá búa þeir í sérstöku húsi And the mission house was just around where the temple is, in the Oh. same environment. og sem sagt prestbústaðurinn hann var nálagt því sem að kirkjan var. He had a beautiful family. Hann átti yndislega fjölskyldu But one thing, en það var eitt. his eldest son, Elsti sonur hans he was so rascal. var svolítið svona að mótmæla. He was a drug addict. Hann var eiturlyfjaneytandi He didn't give a damn of your so-called worship. og hann gat ekki, þú veist, hann stóð algjörlega á sama guðþjónustur og mæta í kirkju He was always drinking and always smoking. og lifði að drekka og reykja og lifði þannig lífstíl Always looking dirty. og leit ekkert mjög vel út He would not keep himself very well. og hann hugsaði ekki vel sjálfan sig And everybody was pointing fingers, the pastor's son. og allir voru að benda á já, sjáu þið, þarna prestsonurinn The pastor was so uncomfortable. og prestinu leiði svo illa með þetta He was so sad. og var leiður yfir þessu He was so disappointed. og var fyrir miklum vonbrigðum. This was the same son when he was born. Þetta var sami sonur og þegar hann fæddist, Some colleague pastors came around þar sem að vinir prestins komu og heimsóttu and said, this guy is going to be a pastor. og sögðu já, hann á eftir að verða prestur. But life struck him so hard. En lífið var honum ekki velviljað. One day, Dag einn, the conference president was visiting that same pastor's church. þá var það að konferensformaðurinn kom og heimsótti þessa kirkju And the conference president was going to preach. og hann ætlaði að predika þarna í kirkjunni. So the pastor was going to be the coordinator to do the introduction. Svo presturinn ætlaði sem sagt að bjóða þarna velkomið og sjá að stjórna þessu. And when he was introducing everybody, Og þegar hann var að kynna alla, later his son was playing music loudly, worldly music in the house. þá var það að sonur þessi, elsti sonur prestins, að hann var með græjurnar í botni í sem sagt húsinu sem hann bjó í, alveg í botni Disturbing church service. til þess að trufla kirkju guðþjónustuna. So he decided to embarrass his father the more. Svo hann ætlaði sko að koma illa fram þannig að pappin yrði nú myndi skamma sín eða já. Dirty rasta hair. Og Dirty hair. hárið hans, Yeah. já.
dirty shoes, skónir hans torn jeans, og rifnu gallabössunar, drunk, fullur, he entered the church kemur hann inn í kirkjuna and came and sit in front right beside his mom, og sest á fremsta bekk við hliðina á mömmu sinni smelling. og hann lyktaði illa. After the service, Eftir guðþjónustuna the pastor stood in front of the door þá stendur presturinn við dyrnar and told the church, og sagði við kirkjuna "You are all going to shake me out." og þið munu öll taki hendina á mig þegar við göngum út. And guess what? Og hvað haldið þið? Our dirty visitor was in the queue. Who was in the queue? Our dirty Yeah. visitor, the Yeah. guy. Strákurinn, hann var þarna í heimsókn líka And when he got there, og þegar hann kom þangað the conference president asked a simple question. að þá spurði konferensformaðurinn einna spurningar Holding his nose, með því að og hann hélt fyrir nefið "Who is this?" hver þetta og já. The pastor with a smile Og þá brosti presturinn og sagði and a broken heart með brostnu hjarta said, "This is my beloved son. þetta minn elskaði sonur. I love him so much." Ég elska hann svo In the mikið. presence of everybody, Fyrir framan alla he gave him a hug tók hann utan hann with tears. með tárin í augunum. He said, "He is my son, my first son." Hann frumburður minn, hann fyrsti sonur minn, elsti sonur minn. And when they went home, Og when they þegar, went home, og þegar þeir fóru heim, the son told his father, sagði sonurinn við faðirinn, "Today you have preached a sermon to me. þá var það núna og í dag sem að þú predikaðir ræðu fyrir mig. Church, let me ask you a question. Kirkjumeðlumir, má ég spyrja ykkur einna spurninga? Who preached during divine service in the story? Who preached? The conference president. Hver var það sem að predikaði aðna á Guðþjónustunni? But pay attention to Það what var the, formaðurinn sem gerði það, sá hann. pay attention to what the son told the father. "You have preached a sermon to me." En hvað var það sem sonurinn sagði? Það varst þú sem predikaðir fyrir mig. Loving the unlovable. Elskum þá sem að ekki elskunarverðir. I was not worthy, Ég var ekki þess verður, but you showed me love. en þú sýndir mig kærleika. From today, Frá og með deginum í dag, Father, pabbi, I'll make you proud mun ég gera þig stoltan. because you loved me. Því að þú elskaðir mig. Even when everybody rejected me, Jável þó að allir aðrir í rauninni höfnuðu mér. what am I trying to say? Hvað ég að reyna að segja hér? Sometimes we form circles of pleasant people around us, Það oft sem að við búum til svona þægilegan hóp í kringum okkur, vinahóp, but we reject the hard ones. en við höfnum öðrum. At work, Í vinnunni, those who spread rumors, þeir sem að eru með kjaftagang, we ignore them. við bara látum þá vera. We abandon them. Við látum þau alveg í friði. We love to always say hi to the people we think they are clean. Við segjum hæ við þá sem að okkur finnst vera bara mjög fínir, But the smokers and the drunkards, we reject them. en við ítum þeim frá okkur sem eru óþægilegir. I am sorry to tell you, church, Mér þykir leitt að segja ykkur það, kirkja, then we don't understand the ministry of Jesus Christ. þá með svona framkomu þá skiljum við ekki boðskap Jesú Krist. Because if we do, Því að ef við gerum það, we will love them the more. þá munum við bara elska þá meira. There are numerous of examples in the Bible, Það fullt af dæmum í Biblíunni and you see from the examples that og þú sér það í Biblíunni even Jesus loved the unlovable. að það var Jesús sem að elskaði þann sem að var ekki elskuverður. If armed robbers come to your house, If who? armed robbers Já, ef að það koma þjófar í heimsóknin, come to your house, þeir koma heim, rape somebody in the house,
eða jável fara illa eða nauðga á heimilinu, kill somebody in the house, drepa einhvern kill somebody in the house, og í húsinu and the person is arrested. og manneskjan tekin til fanga He has been sentenced to so many years in imprisonment. og hann dæmdur til þess að fara í fangelsi. Now he meets Jesus and he's converted. En hann mætir þar Jesú og snýst til trúar. He's baptized and transformed into being a pastor. Og hann skírður og hann breytist og If he verður stands prestur. in front of you to preach to you, Ef hann stendur fyrir framan þig og að predika til þín, are you sure you can love this unlovable? ertu vissum að þú getur elska þennan ekki elskuverðan mann? Are you very sure? Ertu viss? My message is simple. Boðskapurinn hérna einfaldur. Christ does not need you to love your colleague church members. Guð þarf ekki þið til þess að elska kollega þína eða þá sem eru í kringu því í kirkjunni. Because God knows that Því hann veit það. once we form a family in the church, Þegar við erum fjölskylda eða samfélagi í kirkjunni, the love is automatic. þá kærleikurinn þar til staðar. But in the street, En hvað með þá sem út á götu? if you're able to show love to them, Hvernig sýni ég kærleika þeim? you fulfill a prophecy. Með því að gera það, þá uppfyllir þú boðskapnum, You fulfill scripture. þá uppfyllir þú það sem að Biblían talar Jesus is coming again. að Jesú, hann að koma aftur. He needs you to show love to the unlovable Hann þarf að þú sýnir kærleika þeim sem eru ekki and bring kærleika them into the kingdom. og þú bjóðir þeim eða sýnir þeim himnaríkin. That is why he demonstrated his love through Jesus Christ. Það var þess vegna sem að hann sýndi kærleikan í gegnum Jesú Krist. I was unworthy. Ég I was unworthy. var ekki þess verður, But his mercies found me. en það var náð Guðs sem að fann So mig. if I have been found from death, Ef að ég hefði verið reistu frá döðum, who am I to judge somebody? hvernig á ég þá að vera að dæma aðra? What moral right do I have to rebuke somebody? Hvaða rétt hef ég til þess að dæma aðra og skamma? To who has received grace, Því að hver sá sem að hefur fengið náð, he has to give grace. hann þarf að sína náð öðrum. Christianity is all about loving the unlovable. Kristindómurinn snýst það að elska þann sem að ekki elskunarverð. Smiling at those who frown at you. Brosa til þeirra sem að í rauninni sína þér ekki hlýju. Praying for your enemies. Biðja fyrir þínum óvinum. But I am confused. How can God tell me to pray for Satan? Býttu nú við á ég að Because he is our biggest enemy. okkar stærsta óvinni. But the Bible says, pray for your enemies. En Biblían segir, byttu fyrir óvinnu þínu. If you are able to love those who hate you, Hvernig átt þú að elska þá sem að fara illa með þig? indirectly they will see God in you. Á einhvern hátt þá það þannig að þeir sjá Guð í þér. You always preach a sermon Þú getur predikað ræður when you show love. eða komið boðskap á framfæri með því að sína kærleika. That is why I told you that the Icelanders have preached so many sermons to me in the things they do not need. Þannig hafa Íslendingar í rauninni sýnt mér eða predikað fyrir mér með hvernig þeir hafa komið fram við mig. In parenting, Þegar þú ert sem foreldri, you always find one child who will be disobedient to you. að þá alltaf eitt barn sem svona óþekkar en annað. That Gagnvart is the very child you need to show love the more. Það það barn sem þú ert að sína sem mestan kærleika. We play righteous. Við erum komið fram eins og við séum réttlát. And think that they do not deserve our love. Eins og aðrir þurfi ekki á kærleika okkar að halda. But if you love them, En ef þú elskar þá, they always see God in you. þá sjá þau Guð í þér. If you want to show God to your children, Ef þú vilt sína
börnunum þínu Guð, don't tell them. ekki nota orðin eða segja þeim það. You must act God. Þú verður að sýna þeim það í verki. They will see it Þeir sjá það and copy it. og já, sjá. If you tell them, Ef að þú segir þeim, they may forget. þá getur verið að þeir gleymi But if því. you act it, En ef þú sýnir það í verki, it stays forever. að þá getur það breytt hlutunum bara að eilífu. Finally, Að lokum, this is what I have to tell you. þetta það sem ég vil segja ykkur. In heaven, there will be surprises. Það munu vera margt sem kemur manna óvart á himnum. You see hardened criminals going to heaven. Þú munt sjá þá sem hafa brotið af sér And you will see renowned pastors going to hell. og svo sérðu aðra sem ekki. Forgive me, this is a hardened truth. Þetta það sem er talað But I have to tell you, En ég verð að segja ykkur if I don't say it, I'm not doing any good to the church. að ef ég ekki að gera eitthvað gott kirkjunni, So before I preach each sermon to the church, áður en að ég predika ræðuna í kirkjunni, it preaches to me first þá hún að predika við mig fyrst og before fremst. it comes to you. Áður en að þið í rauninni heyri það. Loving the unlovable is not easy. Það að elska hinn ekki elskuverða ekki auðvelt. Even your friends will laugh at you for loving the unlovable. Jafnvel vinir þínir eru með einhver skoðun á því hvernig þú elskar hinn óverðuga. But Jesus will laugh at you. He will smile at you, sorry. He will smile at you. En Guð mun brosa til þín, He would say to you, hann segir við þig, come good and faithful servant. komdu góði og trúi þjónn, Come and receive the crown of life komdu og fáðu kórónu lífsins. for loving the unlovable. Með því að elska þá sem ekki elskuverðir. That is the whole duty of every Christian on earth. Þetta hlutverk hins kristna hér á jörðu, Loving your enemies. að elska óvinni þína. This is the end of my sermon. Þetta lokin af ræðinu minni, But let me put a request before you, everybody. en mér langar að koma hérna með eina spurningu. It hurts me when after Sabbath school, the Ukrainians and those who do not understand English leave. Að mér svo leiðilt að það margir sem að skilja ekki ensku að þeir What are we doing about this? Hvað ætlum við að gera varðandi það? Well, I think that there should be another screen here. Það ætti að vera annar, jável svona, This one will project English and Icelandic. þetta hérna enska og íslenska, This one will project Ukrainian language. að við getum verið með eitthvað sem að Úkraínum Even if they don't understand the English language, þó að þeir skilji ekki enskuna, they can read from there að þá hægt að lesa af skjánum and it will preach to them. og predika þar. The Lord bless you and keep you. Megi Guð blessa þig og vera þið náðugur, The Lord make his face to shine upon you. Megi hann upplifni sínu augliti yfir þig The Lord lift his countenances upon you and be gracious unto you. og sé þið náðugur The Lord grant you peace. og gefi þið frið In Jesus' name, í Jesú nafni. amen. Amen. Praise God for that wonderful and inspiring message. Thank you, Sir Pastor Bernard. Takk fyrir þessar ræðu, takk fyrir það. For our closing song, we will be singing Amazing Grace, hymn number 210. Við skulum þá að lokum syngja sálminn með 210, Þú himinn djúpa helgan á. May I request everybody to please rise up. Við skulum rísa á fætur þegar við syngjum loka sálminn.
Is there somebody among us who is so sick that needs prayers? Come forward. Einhver sem vill, sem veikur eða þarf á sérstakri bæn að halda, endilega komið þá hér fram til okkar. If you are suffering from any health challenge, just come forward, let's pray. Við skulum biðja. Okay. If not sickness, is there any issue that you have that you think is overburdening you? Come forward, let's pray. Eitthvað annað sem liggur þér á hjarta, komið þig hjá hinga fram. In whatever form you think is burdening you, just come forward and let's Komið pray. hinga fram, þannig að við getum beðið sérstaklega fyrir ykkur. Let's pray, church. Við skulum biðja. Our everlasting Father and Holy King in heaven, Kæri himneski Faðir, you have spoken to us in a way þú hefur talað við okkur á þann hátt that we can also exhibit love to others, að við getum sýnt kærleika til annara, especially the unlovable. sérstaklega þeirra sem Thank you for that message. Takk fyrir þau skilaboð. Now your people are before you. Það hérna einstaklingarnir fyrir framan þig. I do not have the details of their problems, Við vitum ekki hvað það sem þið þingið þeim. but you, God, who knows everything, knows their problems. Guð, þú veist allt og þú veist þeirra áskoranir. Father, may we depart from these problems in the name of Jesus. Mætti það fara frá okkur í Jesú nafni. Visit them like never before. Komdu til þeirra á hátt sem þú verður aldrei áður verið. Meet them at their point of needs. Mættu þeim þar sem þeirra þarfir eru. Father, deal with the problems once and for all. Og yfirgefa þessi vandamál að lokum. There's one challenging health issue in our midst. Það eru heilsuvandamál hjá okkur. Oh, great physician, attend to this person in the name of Jesus. Í nafni Jesú biðjum við þig, læknir mikli að koma Send your healing powers to heal us Bið þess að þú læknir and to restore everything that the devil has taken from us. og að þú byggir upp aftur. Now we are returning to our seat with songs of praise in our heart Megum við snúa tilbaka í sætin okkar og þetta með because we lofgjörð frá know þér. Því við that you have vitum taken the burdens away. Þú hefur tekið byrðar okkar af okkur. Thank you for this opportunity Takk fyrir þessari tækifæri to encounter you, our Lord. að hitta þig, Guð. Now bless the church. Blessaðu kirkjuna Bless us, O Lord. og blessa okkur öll Bless our homes. og heimili okkar Bless our families. og fjölskyldur okkar. Bless our children. Blessaðu börnin okkar, Bless our job. blessaðu vinnun okkar We commit Eric and Lila and Ivo and Angelica into your hands, O Lord. og við felum Erik, Lailu, Ivo og Angeliku í þínar hendur. Father, bless these leaders. Blessaðu leiðtogana Plant their feet on higher grounds að þeir megi vera nær þér and protect them. og vendaðu þau. Thank you for the encounter today. Takk fyrir þetta í In dag the name of the Father í nafni Föðurins, and of the Son Sonarins and of the Holy Spirit. og Heilags Anda. Amen. Amen. Thank you. Takk fyrir þetta. So once again, I would like to thank everyone for coming, Takk fyrir fyrir að koma hingað í dag, joining us in our worship service this Holy Sabbath day. að vera með okkur hér í Guðþjónustunni í dag. In a special way, I would like to thank Gunnar for ushering us in the entrance door, Og Guðmundur, takk fyrir að vera hérna hjá okkur í dag. for Juliana and Sister Jenny for playing for us. Jenny og Juliana. Yeah, fyrir að and- spila. Yeah, for Dexter, for the, what's that, slides, and for, what's it, outsending? Takk fyrir Dexter útsendinguna og tæknimálin. And of course to my partner, Og bara takk fyrir. thank you even for a short notice. Thank you for translating with us. And once again, also to all of you, our visitors and regular members of this church, thank you for today. Takk fyrir í dag, kæru safnaða meðlimir og þeir sem eru hér í dag.
But our being together is not yet over. En við erum ekki búin ennþá. Our sister Tanya prepared a special food for us. Tanja er búin að búa til mat hérna í hliðarsalnum. We're done with our spiritual manna, and now we will have our physical manna in the Cafe Stova. Everyone is invited. Þið eru öll hjartalega velkomin. Thank you, thank you. Takk fyrir. But I think we need to pray for our food. It would be good for us before we go there. So let us pray. Our Heavenly Father, Kæri faðir, we thank you, Lord, for being so good to us. takk fyrir að vera svo góður við okkur. Thank you, Lord, for the spiritual food that we have received. Takk fyrir fæðuna sem við höfum fengið. And now we are about to taste again the food that is prepared for us. Nú þegar við neytum fæðuna sem býður okkar. Thank you for our sister Tanya who prepared the food. Takk fyrir systur Tanju sem hefur undirbúið matinn. Can continue to give her the strength that she can continue to bless this church, to be a blessing for this church. Og við byggjum þess að þú styrkir hana að hún geti áfram verið blessun fyrir kirkjuna okkar. And Lord, as we take the food in the Cafe Stova, may you bless it, that it will give us proper nourishment and strength. Megi maturinn sem fram er borinn, byggjum þig að blessa hann og það mætti gefa okkur styrk og næringu. That we can use it again in serving you. Að við megum nota kraftana til þess að þjóna þér. Thank you for everything. Takk fyrir allt. In Jesus' name, amen. Í Jesú nafni, amen. Okay, yeah.